hömmum og líka í netheimum eins og það takið eftir. Í dag ætlar hún Lísabet Guðmundsdóttir að kenna sem rannsóknarmaður og fornleifafræðingur hjá Fornleifastofnun Íslands. Hún að kenna hluta af verkefni sem snýst að rannsaka Grænland og hún að tala skipaflota norræna manna á Grænlandi. Gjörðu svo vel, Lísabet. Við erum ekki alveg sloppið við tæknilega. Já, sæl og blessuð. Bara takk fyrir að bjóða mér að tala hérna í dag. Þessi fyrirlestur sem ég ætla að flytja fyrir ykkur í dag svona útúrdúr úr doktorsverkefninu mínu sem fjallar víðarnýtingu og norrænna manna á Grænlandi. En í þessum fyrirlestri hef ég svona dregið bátatimbrið út og ætla svona að reyna að segja ykkur aðeins meira frá því og hvaðan það kemur. Smá ennþá teknilega. Er þetta færið þetta niður? Zoom-dæmið. Sorry. Það er ekki það. Já, og svona spurningin sem ég hef svona lagt fyrir í þessu fyrirlestri voru norrænir menn háðir timburinnflutningi og þá sérstaklega til skipa og bátasmíða. En skip og bátar skiptu sköpum fyrir norrænt samfélag á víkingaöld og á miðöldum. Voru farartæki nýtt til almennra samgangna, til veiða, til verslunar, vöruskipti, ránsferða, stríðsátaka og við landkönnun og landnám. Og þetta hefði náttúrulega ekki verið hægt án þess að fá aðgang að almennilegum skipakosti og ásamt því að hafa siglingartækni og þekkingu. Í kringum 800 urðu miklar framfarir við skipasmíði sem og siglingartækni í Skandinavíu og má það helst nefna tilkomu segla. En fyrir þann tíma voru skip aðallega knúin með handafli þar sem við árum. Elsta þekkta dæmið seglskip í rauninni Osebergskipið sem frá því 820. En einnig eru eldri vísbendingar að finna á myndasteinum og hellaristum. En í kringum þetta tímabil, eftir 800 þá raunir bara springur þetta út, seglnotkun. Og leiddi þessi tækni til þess að norrænir menn gátu siglt bæði hraðar og farið þá lengri vegalengdir. Og eins og Jan Bill, fornleifafræðingur og helsti sérfræðingur víkingaldarskip í Oslo í Noregi, bendir á að þá má segja að þessi segltækni gjörbylti algjörlega þessu sjávarháðu samfélagi. Í Skandinavíu, og þá ég aðalega að tala Noreg og Danmörku í þessu tilfelli, var hægt að smíða skip úr hráefni sem var hægt að nálgast svo mætti segja í næsta nágrenni. Þannig að efniveðurinn var til skammt frá skipasmíðasvæðunum, ef svo má orðið komast. En í suðurhluta Skandinavíu, eða þá í Danmörku sérstaklega, voru skip aðallega sniðuð úr eik og í suðurhluta Noregs, en þegar norðar dró eru þau flest úr Skógarfjöru. En ég ætla aðeins að fjalla aðeins það hráefni sem þurfti að vera til staðar til þess að smíða þessi skip í þá skandinavísku samhengi og svo færi ég mig yfir til Grænlands þar á eftir. En umfangsmesta hráefni sem þurfti var að sjálfsögðu timbur og það þarf að velja mikilli kostgæfni og af mikilli þekkingu. Og myndin sem þið sáu hérna sem sagt af Boyugs-reflinu sem sýnir orrustuna við Hastings árið 1066 og hún sýnir í rauninni þetta skipasmíðaferli á þennan frekar skemmtilega máta
alveg frá því að ákvörðun er tekin að smíða skipið, skógar, höggið, hreinsun á timbrinu og svo sjáum við þarna það sem verið að kljúfa bolina fyrir borðin og svo skipasmíðarnar sjálfar. Tré voru valin út frá lögun, einkennum og stærð og þykir ljóst að ákveðin mynd var þegar af bátnum sem áætlað var að smíða þegar trén voru felld. Og talið er að tré hafi alla jafnan verið felld yfir vetrartímann, þar sem kvoða eða viðarsafi hefur ekki borist upp eftir trénu sem gerist yfir sumartímann og það kemur í veg fyrir að timbrið verpist þegar það er þurrkað. Það er einnig svona auðveldara að flytja þetta á milli staða yfir vetrartímann og þetta er ekki að virka hérna. Þau næstu liður klofin og talið að það hafi einnig átt sér stað þar sem tré var fellt fremur en á byggingarstað skipsins, þó það hafi í rauninni flækt flutningin á timbrinu á milli staða. Svo er annað sem verður að benda á að klofnir plankar eru iðulega sterkari og stöðugri en plankar sem hafa verið sagaðir, en samt sem á þessum tíma var ekki notuð sög almennt, það er bara seinni tíma uppfinning. Svo þurfti í rauninni aðgang að vatni til að koma í veg fyrir að viðurinn þornaði upp og skip voru iðulega smíðuð úr nýju eða fersku timbri því þá var auðveldara að sveigja borðin. Svo þurfti að tjarga og mála skipin. Þau voru varin með tjörunni og tjaran er aftur unnin úr timbri og bara sem dæmi. Til þess að framleiða 10 lítra af tjöru þá þurfti 1 rúmmetra af timbri. En ef ekki var hægt að nálgast tjöru var hægt að nota sellís eða seltjöru og dæmið það kemur til dæmis fram í Eiríkssögu rauða. En einnig eru vísbendingar það að skipin hafa verið máluð og það hafa einnig efnafræði rannsóknir á timbri sýnt fram á. En svo er aftur þessi fína mynd af reflinum, þar sem skipið er svona fallega röndótt. Þannig að þetta hefur oft verið mjög áhrifamikil sjón, þessi skip. Annað sem þurfti þessi skip náttúrulega er járn í saum, ull í segl. Járnið er unnið úr rauða og til þess að fá járnið úr rauðanum þarf mikið magn af kolum og kol þarf til þess að framleiða eru framleidd í þar til gerðum kolagröfum. Og til dæmis þarf bara sem dæmi 100 kíló af þurrum viði til að framleiða 20 til 25 kíló af kolum. En til þess að framleiða 2 kíló af hreinu járni þá þarftu 100 kíló af rauða og 150 kíló af kolum. Þannig að þetta er bara öll svona þessi hliðarskref sem þarf í þessa báta. Þetta er alveg gríðarlega mikið magn af efniviði sem þarf til. Og svo náttúrulega þarf að vinna járnið í báta, saum og aðra festingar. Svo er það náttúrulega seglin og þá var iðulega notuð ull, en einnig er þekkt að lín hafi verið notað í sunnanverðri Evrópu. En þá þarf náttúrulega kindur, þá þarf að afla upplarinnar og það þarf að spinna og vefa. Og í tilraun til dæmis sem Anna Nordgaard stóð fyrir hjá Víkarsafninu í Hróarskeldu. Og hún sýndi sér fram á til þess að framleiða það bil 25 fermetra af segli, þá tók það það bil 2000 vinnustundir. Og Jan Bill sem ég myndist á áðan, hann hefur einnig tekið sem dæmi að segli sem þurfti til dæmis fyrir Oseberg-skipið og það var þá segl sem hefur verið 86 til 110 fermetrar, þá hefur það tekið bil 3,5 ár fyrir eina manneskju. Þannig að þetta er enn svona hliðaranginn af þessum skipasmíðum. En ég ætla bara að taka hérna eitt dæmi bara hráefni sem þarf í eitt svona frekar lítið skip og það er ég ætla að taka dæmi af Skuld 6. Þetta skip fannst í Hróarskeldubergi og það er svona, ég tek þetta dæmi það er kannski svona hægt að bera það helst saman við þessi skip
sem smíðuð voru á Íslandi og Grænlandi. Þannig að það talið þetta hafi verið fiskiskip og farmskip. Það var smíðað í Sogn í Vestur-Noregi úr furu, birki og eik. Það var 11,2 metrar á lengd og 2,5 metrar á breidd og 0,445 metrar á dýpt. Og talið að fjöldi ára hafi verið 14. Þannig að timbrið sem þarf í svona tiltölulega á þessum skala, kannski í þessum skandinavíska skala, er tiltölulega mikið þrátt fyrir að vera frekar lítið. En í heild talið að það hafi þurft 17 tré í kjöl, stafna, borð, möstur, þóttur, bönd og ára og svo að aukum 80 trjáhluta sem voru valdir sérstaklega eftir lögum trjánna. Það er að segja að þeir völdu bara eftir því hvernig tréð sveigðist og tóku þá búta út í grindina. En það er ekki alveg ljóst hversu mörg tré það hefur verið en það má allavega svona tvöfalda fjölda trjáa allavega. En þetta er þá aðalega byggt á því hráefni sem þurfti í endurgerðina sem við sjáum á myndinni hér. Og svo það sem varðveitt af skipinu hinum megin. Þetta sem sagt af safninu og svo þetta endurgerðin. Í allt voru 970 rónaglar notaðir í skipið og 865 rær og þetta var og í heildarmagn af járni sem þurfti í þetta eina skip voru 32 kíló. Og til þess að einmitt að framleiða járnið var þörf á 8.400 kíló af kolum og 2.800 kíló af rauða. Svo komum við aftur að seglinu. Seglið er talið að hafa verið 26,5 fermetrar og það hefur þurft 15 til 20 kíló ull eða 30 til 40 kindur. Svo náttúrulega þurft að spinna og vefa seglin sem eins og áður hefur komið fram hefur tekið þá 2000 mannstundir. Og svo náttúrulega var að öfna aðra hluti líka eins og kaðla og reipi sem voru alltaf mjög mikilvægur hluti af þessu öllu saman. Í Danmörku voru þau iðulega framleidd úr basti linditrjáa. En svo þegar norðar dró þá þetta yfirleitt úr leðri eða hárum dýra. En í þetta eina skip þá hefur þurft 270 metra af köðlum og reipi og í það þurfti þá 30 linditré. En þetta svona, já, þannig að fáið svona smá hugmynd allan þennan efnivið sem þarf í eitt skip á borðið Skuld 6. En hér hef ég þá stiklað á stóru, varða báta og skipastíg í Lundúnum sem hægt var að nálgast á þetta hráefni í næsta nágrenni, sem má segja. En hins vegar skiljast nú leiðir og nú höldum við fyrst til Íslands og svo til Grænlands, þar sem aðstæður eru töluvert öðruvísi en það sem þeir þekkja í Noregi og Danmörku. En Ísland, eins og þau flest vitið, var numið í kringum 870 og Grænland frá Íslandi 115 árum síðar á þessum fína skipaflota sem þið sjáðu hér. Þannig að þið horfið bara á þessi, þó þetta sé bara brota þessum skipum, en ímyndið bara einhver allt hráefnið sem bara þurfti í þessi skip. Og þannig erum við að tala miklu stærri skip, væntanlega heldur en Skuld 6 sem dæmi. Búsetusvæðin á Grænlandi voru 2, eystri byggð á suðvestu Grænlandi og vestri byggð á vesturströnd Grænlands, inn í fjörðum þar sem Nuuk er nú. Það er talið að samanlagt hafi fjöldi fólks á Grænlandi verið þegar mest var 2500 manns, 100 bíli í vestri byggð og 200-300 bíli í þeirri eystri. Og bæjarstæðin voru alla jafna í botni fjarðanna. Þannig að þetta hefur alltaf verið mjög lítið samfélag og það er ágætt að hafa það til huga þegar kemur að öllum þessum afleiddum þáttum sem þarf bara eingöngu til þess að smíða skip og svo þarf að gera allt annað sem fylgir búsetu á þessum svæðum. En vegna umhverfisaðstæðna og ritaraheimilda eins og konungsskuggsjá hefur löngu verið talið að Grænlendingar hafi verið háðir timburumflutningi.
og þá sérstaklega til skipa og bátasmíða. Að auki hefur fólk talið mjög ólíklegt að hægt vera að nota rekavið vegna eiginleika efnaviðarins eftir sjávarvork og fleira. Viðurinn er stífur, það er erfitt að sveigja hann og þar að auki ekki hægt að treysta á að nægilegt magn berist til landsins til bátasmíðanna. Og þá kemur alltaf stóra spurningin, voru norrænir Grænlendingar háðir timburinnflutningi til skips- og bátasmíða eða gátu þeir aflað efniviðar sjálfir? En sú staðreynd er oft virt að vettugi að svona erlendra fræðimanna oft á tíðum að á Íslandi er löng hefð fyrir smíði báta og rekaveiði sem hægt er að rekja allt til 10. aldar og bara sem dæmi í Egilssögu stendur að Skallagrímur var skipasmiður mikill en rekavið skorti eigi vestur fyrir Mýrar. Samstarfskona mín, Brún Múni, hefur rannsakað báta sem úr íslenskum kumlum og hefur sýnt fram á notkun rekaveiðar í þá báta og þau kuml sem ég hef sjálf einnig skoðað sýnir fram á því sama. Þó sjálfsögðu eru undantekningar þar á, einstaka bátar voru úr innfluttum efniviði eins og eik. En að auki eru fjölmargar rittar heimildir sem sýna fram á því sama og það eru ennþá bátar í notkun í dag sem eru smíðaðir úr rekaveiði. Hins vegar er það ekki færi á hvers sem er að smíða úr þessum efniviði og það þurfti að aðlaga sig að efniviðnum sem barst í rauninni til landsins og eiginleikum timbursins sem er mjög frábrugðinn nýfelldu timbri og líklegast myndu bátasmiðir í Skandinavíu sem eru vanir sínu nýfellda timbri lenda í töluverðu klandri. En hluti af doktorsverkefni mínu var að nota viðurkenningar til þess að upprunagreina timbursöfn frá Grænlandi og þetta eru í allt 5 söfn. En út frá tegundasamsetningunni er hægt að flokka söfnin í innlendan efnivið, reka og innflutning. Og það er bara hægt með því að bara flokka tegundirnar sem eru innlendar. Það eru þá birkir, víði, reynir, elri og einir. Og það er eingöngu ein tegund sem myndar skóg og það er birki, eins og bara líkt og hér. En aðrar tegundir sem finnast þá við fornleifarannsóknir eru annaðhvort reki eða innflutningur. En líkt og á Íslandi þá sýna nútíma rannsóknir á reka að það eru ættkvíslir sem helst reka til landsins eru skógarfura, lerki og greni og svo að litlu leyti þynur, en aðrar tegundir eru þó innfluttar. Og þannig í rauninni flokka ég þessi viðarsöfn. En það er ekki nóg að flokka þau, það er náttúrulega ákveðin skörun þarna á. Það eru tegundir eins og til dæmis skógarfura sem getur bæði verið innflutt og hún getur líka verið rekin. Þá náttúrulega lendir maður í smá klandri. Það er hægt að gera til dæmis efnafræðirannsóknir þarna á eða strontium, en það hefur ekkert gengið neitt rosalega vel og það er náttúrulega mjög kostnaðarsamt að díla við eða eiga við svona stór viðarsöfn eins og ég hef verið að vinna með. Þannig að þetta eru yfir 8.000 stykki eða bitar sem ég rannsakaði. Hins vegar með því að bera saman hlutföll ættkvísla á milli þessara 5 bæjarstæða og svo bar ég það saman í rauninni við timbursöfn Inúíta sem hefur þó lítil sem engin samskipti við Evrópubúa og þá ekki aðgang að innflutningi, þá er hægt að fá að þannig ákveðna hugmynd hvað sé reki og hvað sé þá innflutningur. Og niðurstöðurnar eru hérna á þessu grafi hér, en það er í rauninni sýna fram á að norrænt fólk á Grænlandi voru sjálfum sér nægir hvað varðar timbur. Reki og innlendur efniviður dugðu þeim alfarið, en hins vegar má greina annað mynstur í Galíku eða á Görðum, biskupssetrinu, sem er náttúrulega stór býli. Þar er óvenju hátt hlutfall skógarfuru og ég tel það vera merki innflutning. Og það er í rauninni svarta súlan hérna. En að auki sýnir rannsóknin fram á að það var eingöngu á færri stórbíla á borð við biskupssetrið á Görðum að sigla til Ameríku. Þannig að eina timbrið sem ég fann til dæmis sem má rekja til Norður-Ameríku er að finna á Görðum, ekki á hinum bílunum sem eru minni. En aftur af bátunum.
Áður en ég í rauninni hóf mína rannsókn þá hefðu Anderson og Malmrose rannsakað 11 bátsparta, en það inniheldur reyndar einnig leikföng eða bátsmódel sem ég leyfi að fylgja hérna með. En svo bættust við 11 bátspartar sem ég skoðaði. Þannig að í allt hafa 12 bátspartar verið greindir frá Vesturbyggð en 10 í Eystri-byggð. En þrátt fyrir að fjöldinn sé ekki mikill, þá má leiða líkum á því hvaðan viðurinn á uppruna sinn að rekja. Bátspartarnir hafa fundist á 3 bæjarstöðum í Vesturbyggð, sem við sjáum hérna, Sandnes, Úmívarsúk og svo bílið undir Sandinum. Og í Vesturbyggð hefur það fundist hérna í Narsaq. Og ég leyfi hérna einu bæjarstæði til viðbótar að fylgja hérna með þessi Ligulúk, svo ég sýni ykkur það hérna aðeins á eftir. Það var mjög skemmtilegur gripur sem fannst þar. Og bara svona svo þið gerir ykkur grein fyrir hvernig gróðurfarið er á þessum slóðum, þá er hérna mynd tekin af runnagróði, þetta getur svo sem alveg verið á Íslandi, tekið rétt hjá ekki langt frá Narsaq og þetta er ekki langt frá Nuuk. Þannig að það er ekki mikið af efni við hér að móða til þess að gera í rauninni eitt né neitt hérna. En þrátt fyrir að eins og ég sagði, þetta eru náttúrulega ekki margir bútar. En algengasta tegundin sem notuð var í bátasmíðar var lerki. Og lerki vex ekki í Skandinavíu, svo ættkvíslinn hefur ekki getað verið innflutt þaðan. Það er fræðilegur möguleiki í þessu samhengi að tegundin hafi getað komið frá Ameríku, en miðað við samsetninguna þá finnst mér það afar ólíklegt. Greni er næst algengasta tegundin og í rauninni er 90% af safninu bæði lerki og greni. Greni var reynt að forðast við bátasmíðar og greni er almennt ekki notað allavega ekki í Noregi. Hún er mjög kvistótt og það náttúrulega þegar þú notar kvistótt tré í báta þá fara hérna kvistirnir að poppa út, sem er ekki góður kostur á bátum. En það sem vekur einnig áhuga er það sem er ekki að finnast. Allavega við bátasmíðar á Íslandi, sem sagt úr Rekaviði, þá var alla jafnan valin fura til verksins, þar sem hana er í rauninni auðveldast að sveigja. Og bendi það til þess, líkt og í rauninni heildarniðurstöðu greininganna, að mun minna reki af furu til Grænlands en Íslands. En að auki eingöngu ein fjör fannst úr eik sem er alveg 100% dæmi innflutt timbur. Eik finnst aldrei í reka. Og á myndinni hérna sjáum við dæmi þessar fjalir sem ég hef verið að skoða og eins og þið sjáum er varðveislan alveg ótrúlega góð. En eins og ég segi, þrátt fyrir að safnið sé lítið er líklegast að Grænlendingar nýttu reka við skipa- og bátasmíðar, líkt og Íslendingar. Það má alveg deila hversu stór skipin hafa getað orðið, en líkt og hér á landi þá voru þeir allavega fullfærir að smíða 10 til 12-væringa. Það eru engar vísbendingar timburskort í gegnum allt búsetutímabil norrænna manna og né að þeir hafi verið háðir innflutningi. Þannig að þeir hafi verið fullfærir að bjarga sig sjálfur, bæði hvað varðar skipasmíðar og við allar aðrar smíðar í rauninni. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt fram á að járn var ekki hægt að vinna á Grænlandi. Járn þurfti því að flytja inn og eins og áður hefur komið fram þurfti 32 kíló af járni í skip á borð við Skuldi LF6. Grænlendingar þurfti því að leita annarra leiða. Vísbendingar eru að finna til dæmis í rituðum heimildum, þá helst Grænlands annál sem Björn á Skarsá tók saman á 17. öld og í Grænlendingaþætti. En þar kemur fram að skip voru ekki járnsaumuð, heldur reyrð með tágum. Enn fremur kemur fram í Grænlendingaþætti að þegar kaupskip brotnar er saumurinn tekinn úr en skipið sjálft brennt og ber það vott það hversu verðmætt í rauninni járnið var til móts við timbri. En svona í rétt í lokin þá langar mér að minnast aðeins á kenningu Lúðvíks Kristjánssonar varðandi landnámsflota Grænlands.
En samkvæmt Landnámu þá fóru 25 skip til Grænlands frá Breiðafirði og Borgarfirði en 14 komust út. Lúðvík Kristjánsson leggur til að þau skip sem í rauninni komust á leiðarenda hafi verið hólfæringar með breiðfirskulagi byggðir úr rekaviði, á meðan hin skipin sem ekki komust hafi verið frá Knerrir. Þau hafði í rauninni þann kost fram yfir til að mynda Knerrina að þeim var auðvelt að sigla í gegnum rastir sem eru fyrir flestum annesjum. Til að mynda eru 8 rastir fyrir Hornströndum, en það voru með tíðar ferðir á sögu og Sturlungaöld á þessum breiðfirsku bátum. En eins og Lúðvík bendir á, ekki yfir þessum skipakosti ljómi víkingaskipa, víkingaaldar, en hann ber í gerð sinni og notkun vitni góð atvinnutæki eyþjóðar og hæfileika hennar til að stjórna þessum skipum jafnt innfjörðu sem úthaf. Eitthvað sem hefur þá reynst mjög vel við grænlenskar aðstæður. En hvort við getum sannað það allt annað mál. En þar sem Narsaq landnámsbýli, þá dró ég það aftur hérna út. Í Narsaq hafa verið greindir 9 bátspartar og af þeim reyndust 7 vera úr lerki, 1 úr steini og 1 úr greni. Og þó það sé ekki hægt að sýna fram á með óyggjandi hætti að borðin sé í rauninni upprunalega mögulega úr landnámsflota Grænlendinga, þá það alveg fræðilegt. Þannig að þessir bátspartar sem þið sjáu hérna á myndinni, mögulega voru þeir smíðaðir á Ísland og það sé þá eitthvað til í kenningu Lúðvíks landnámsflota. En eins og ég segi, þetta bara svona smá auka, en eins og ég segi, við getum náttúrulega ekki sannað þetta með neinum óyggjandi hætti eins og En svona helstu niðurstöðurnar eru þær að þeir bátspartar sem hafa verið greindir eru öllum líkindum rekaviður. Það engin ummerki timburskort, hins vegar, og bátarnir voru smíðaðir úr rekaviði, hins vegar var skortur á járni sem hefur getað háð þeim. Þeir þó leystu það með því að nota annan saum, þeir notuðu timburnagla og svo einnig merki sinar og slíkt. En ég setti inn á kortið þarna áðan bæjarstæðið Tasiilaqaq sem í Vatnahverfi og þar fannst þessi fína fjör með þessum bátsristum og hérna erum við kannski komið með smá glugga inn í það hvernig þessi landnáms skipafloti Grænlendingarnir hafi litið út. Takk fyrir. Já, við tökum Lísabetu kærlega fyrir. Þá erum við bara opið fyrir spurningar, bæði hér í salnum og líka á Zoom. Og ef þið eru á Zoomi þá getið þið skrifað möguleika að fara á spjallborð neðst og þá getið þið skrifað fyrir spurningar, annars bara opið.